Sæl kæru hlustendur og verið hjertanlega velkomin í þátt dagsins. Hún situr hjá mér hérna, hún Sabína Halldórsdóttir, íþrótta- og heilsufræðingur, sem með heimasíðuna Færni til framtíðar. Vertu velkomin. Takk fyrir. Hver Sabína? Við byrjum bara strax. Sabína kona, stelpukona, fædd og uppalinn á Laugarvatni, íþrótta- og heilsufræðingur og gekk mína menntaskólagöngu þar á Laugarvatni og hélt svo áfram í íþróttakennaraskólan sem þá hét og var á Laugarvatni og hérna í framhaldi af því þá fór ég í nám til Noregs í hreyfingu barna og svona sérhæfingu með hreyfingu barna með áherslu á náttúruna, hreyfi færni barna. Kláraði síðan mastersnám hérna við Háskóla Íslands 2010 minnum, þetta rennur saman árin orðið svolítið og verið hérna tengd íþróttum og hreyfingu og heilsu bara svona vítt og breytt síðan. Þannig að ég eins og segi náttúrubarn í grunninn, ég vil meina það og segi það. Sveitastelpa, fínu. Sveitastelpa og fekk uppeldi sem að samanstóða mikill útveru og svona gæðastundum út í náttúrinu og sunnudagsbíltúrum sem þá hétu. Já, og mann eftir þeim. Já, sem var svona svolítið ekta sko. Þannig mér svona í blóði borið það að vera mikið út í náttúrinu. Æðislegt. Og hvernig kom það sér að þú byrjaði með Færni til framtíðar? Þetta nú svona langur aðdragandi. Þegar ég klára BS-verkefni mitt á Laugarvatni og hérna vann verkefni þar með vinkonum minni, þá könnuðum við hversu mikla hreyfingu börn voru að fá á leikskólum á landinu. Með skipulega hreyfingu og hérna vorum ákveðið getgátur það að það væri meira á höfuðborgarsvæðinu minna á landsbyggðinni sem kom þannig út. Framhaldi því þá hérna fer ég síðan í nám til Noregs og kynnist þar svona ákveðinni hugmyndafræði sem að ég síðan fór að vinna með hérna meira heima og þróa og gera það mínu. Sem eiginlega þess eðlis að við séum bara nýta náttúruna fyrir það að þróa og hérna vinna með færni barna, hreyfi færnina og gera það verkum að þau búi þá kannski við betra hreisti þegar fram í sækir, þau séu móttækilegri fyrir bara að læra nýja hreyfingar og læra og þekkja líkamann sinn og líkamsvitundina og þú veist það er svo margt sem að tengist inn í þetta. Fæ þarna svigrum í Ingunnarskóla í Grafarholti, 50% stöðu til þess að vinna með bara þessa þætti. Þannig ég tók hreyfifærni próf á öllum mínu nefndum sem kom inn að hausti. Hvað aldur var það? Þau eru í fyrsta bekk þá. Þau eru í fyrsta bekk, þau eru þá þarna, segi 6 að verða 6. Það er að segja á hérna 7. ári. Tek hreyfifærni próf allir börnunum, bauð þeim börnum sem stóðu höllum fæti upp á auka hreyfina. Tók þarna það heiti mót 4-6 hreyfifærni próf sem að hérna íþróttakennarum uppálagt að taka en því miður, allt og fáir hafa svigrum með tíma til þess að taka þessi hreyfifærni próf. Og í framhaldi því þá bauði ég eins og sé börnum stóðu höllum fæti hver hreyfinguna var þar. Ég bauð börnum sem að stóðu jafnvel höllum fæti félagslega. Því mér fannst að skipta máli þau værið í hóp og var þá kannski sterk í litlum hóp. Ég bauð börnum sem að voru ekki með íslensku sem fyrsta tungumál. Og var þannig svona margveldis áhrifin að vinna með tungumál út í náttúrunni. Og svona eins og Don Dewey talar learning by doing, læra af hreyfingu sínum og fá þá orði við hlutina sem við erum að gera. Frábært. Og þannig spannst þetta í þarna 5-6 ár, það vann ég með þessa hérna, hugmyndafræði mína og byggði ofan á það og var í góðu samskipti við foreldra. Gerði sér mastersverkefni mitt upp úr þessum gögnum sem að setna mér verði það að fyrstu bókinu minni Færni til framtíðar sem að svona hugmyndabanki fyrir foreldra varðandi, eða foreldra forðamenn kennara, hugmyndir til þess að nýta náttúruna í leik og starfi með börnum til þess að örva hreyfifærnina. Stutta hérna niðurstaðan úr rannsókninu meistarverkefni mínu var svo að öll börnin bættu færni sína. Já. Öll bættu færnina sína þar að segja varandi hreyfifærnina. Þau sem stóðu höllum fæti félagslega og þau eru sterkari félagslega líka. Þarna voru því hóp sem þau voru kannski hort upp til þeirra. Þú fáir einhvers staðar að vera með sína styrkleikana þína. Börnin af hérna sem voru ekki með íslensku sem fyrsta tungumálið, það var líka ánægjum meðal foreldrana að það var svona margveldis áhrifin tungumálið var komið heim á heimili þar sem þau voru úti síðan kannski að ræða hlutina sem við vorum að vinna með. Já. Og fyrst og fremst var það frjálsleikurinn sem réð öllu, algjörlega. Sem sagt að þau eruðu betri í frjálsumleik? Nei, ekki rauninni betri í frjálsumleik, heldur bara það ég fer út með það markmið að við séum bara að vera úti í 40 mínútur. Já. En ég var meðvituð það þetta barn þyrfti meira örfun varandi jafnvægi eða þetta barn varandi hoppa. En fyrst og fremst var ég alltaf að sá bara frægi og svo smátt og smátt urðu þau sjálf bara leiðtogar í leiknum. Ég þurfti ekki að vera sá fræjanum, heldur bara gerðust hlutinir, hverfið að vera uppbyggingu og það var geggjett þúvott tún og það þurfti svo lítið, það þurfti ekki nema svartur köttur hlaupa framhjá, þá breytist einhvern veginn allt. En alltaf voru þau að vinna í litlum hópum og
ég var eiginlega orðin bara undir lokin í hverjum hóp svona bara þáttakandinn. Já. Og það brann á þeim. Þetta var skóli sem var þematengt. Það kom þema kannski 3 vikur sem voru risaeðlur, þá vorum við bara risaeðlur í 3 vikur og það var bara geggjað því ég var sjálf að læra svo mikið varðandi risaeðlur, sko. En hvernig var það? Þú tókstu alla nemendur í þetta hreyfiþroska próf? Nei, ég tók þá, sko, í rauninni náttúrulega á því tímabili sem að ég er þannig að kenna í 1. til 4. bekk, þá tók ég börnin sem kom í 1. bekk. Já. Ég bauð börnum sem voru kannski 3. og 4. sem ég taldi þurfa meira örfun, þá fekk ég svigrúm til þess að búa þar til en allan árganginn myndi. Já, allan árganginn. Og bauðstu svo þeim sem komu það ekki nógu vel út? Já. Og hversu mikla aukarhreyfingu? Þau fengu 2 í viku 40 mínútur, 45 mínútur og yfir þetta tímabil og ég eins og segi veður á Íslandi er alls konar og á þessum sennilega 5,5 ár þá voru kannski 2 skipti sem fórum ekki út. Já. Við fórum alltaf út. Veðurfar er hugarfar. Já, það er nefnilega hugarfar. Við klæddum okkur bara eftir veður og þau voru alveg farin að vera meðvitið það að það var svona veður, þá þurfti ég að klæða mig svona á hinsegin, sko. Þessi 2 skipti sem fórum ekki út, þá voru við inn að klippa, sem var líka kannski eins og segi fínhreyfingarna þurftu með því að halda, sko, en veðrið stoppa okkur aldrei. Æðislegt. Og þegar þú hafið skrifað bókina, þá sem bara fekk mjög góða viðtöku, þetta er frábær bók. Takk fyrir. Þá stofnaður, þú fórst að halda fyrirlestra og svona þegar ekki? Já, svo vatt þetta bara einhvern veginn upp á sig, sko. Ég byrja á því líka, ég er að halda mikið fyrirlestrum og námskeiðum, ég er að koma inn í alls konar hópa og embætti landlæknis fekk mig til þess að vinna upp úr bókinni minni námsefni eða sérst í kistu fyrir þau sem var notuð fyrir heilsueflandi leikskóla. Sem að fólk hefði aðgengi að það voru búinir til tímaselar fyrir 2 mismunandi aldurshópa bæði innandyra og utandyra og svo eins og ég segi, svo bara einhvern veginn vindur þetta upp á sig 2000 og minnum mig 16-17 kemur út bók sem heitir Leikgleði 50 leikir sem að Menntamálastofnun fekk mig til að skrifa. Þá hafði ekki verið gefin út leikjabók síðan 1990 fyrir grunnskólaaldurinn og það var samanbúið þar. Ég var að búa til leiki, búa til efni sem miðast að því að vera út í náttúrunni, sem miðast að því að minnka raðir, að það sé ekki þessi biðtími í leikjum, í svona hefðbundum barnaleikjum, klukkleikjum, að það var þú fæst einhver verkefni að vinna, kannski fyrir utan og svo tókstu aftur þátt í leiknum og mestmegnis að þetta var bara úti, af því ferska loftið er bara eins og maður segir, sko, skiptir öllu máli hvað mig var það þegar ég tala þessi snýri heilsu að vera út í fersku lofti. 2019 þá kemur út Útivera bókin sem eru svona 50 hugmyndir fyrir forráðamenn til þess að nýta og það er ástæðið fyrir það eru 52 hugmyndir 52 helgar í áruna þú getur þá nýta helgar til þess að fara út og gera með börnunum og önnur eins og ég segi ástæðan fyrir því var svo ég var halda rosalega mikið fyrirlestur fyrir foreldra leik- og grunnskólabarna og það kom oft þetta við búum í blokk og það er svo erfitt að fara út og við höfum ekkert hugmyndir og það er bara þannig, það hef ekkert allir hugmyndarflug. Nei. Ég býja því, það er minn styrkleik, ég hef frjótt hugmyndarflug hvað þetta varðar. Að það fannst ég bara að vera komið það mikið efni, ég geti bara búið til bók og úrvarða, hún kom út í jólinn, hann rétt fyrir jólinn 2019, út yfir bókin. Æðislegt. Þú hefur verið að vinna aðalega með leikskólaaldurinn, er það ekki rétt? Sko sérhæfingi mín, þegar ég er í náminu mín í Noregi, er miðað við að það sé upp á svona 8-10 ára gamla börnum. Og það er alveg, það getur alveg teikt sér lengra. Það er náttúrulega ef það eru börn sem eru bara vön að vera mikið úti, þá eru það opaslega móttækileg fyrir öllu, hvort sem eru 10 og 12 ára eða 3 eða 4 ára. Þannig að það er svona, ég myndi segja ef ég á að alveg að festa með einhver staðar, þá er það svona 10 ára og yngri. Sem er svona mín sérhæfing. Og náttúrulega þetta er svo fallegt orð finnst mér, eða setning, færni til framtíðar. Já. Og það er náttúrulega ástæðan fyrir því ég fekk það hingað í dag, er að það raun og verið það sem við gerum sem börn hefur svo mikil áhrif á okkur í framtíðinni og á heilsuna okkar. Það er svo auðvelt að útskýra þegar við erum að tala þessa takk fyrir færni til framtíðar. Það kom til mín bara allt í eina nóttina fyrir mörgum árum síðan og ég er alltaf ána með það. Og það er þetta skýrskotin í svo margt, sko. En þegar þú byggir hús, þú ert að byggja hús og við erum að vanda okkur svo vel, við þurfum að grafa á fast til þess að hafa stóðinar góður og grunnurinn verður að vera sterkur af því að það er reisulegt hús sem ætlar að standa með okkur alla ævina. Og
ég grínast oft með það þegar ég halda fyrirlestur og slíkt sko, musteri sálarinn að við kaupum ekki nýtt út í búð sko. Margir hverjir hugsa mun betur ef ekki miklu betur farsímana sína. Að á kvöldin þegar við fyrir að sofa þá lítum við að heyrðu ég á 15% rafsleið á símanum og hvað ætla ég að gera? Ég stingur í samband en við gleymum að horfa kannski hinn áttina fekk barnið mitt nægilegan svefn, það búið að nærast nógu vel yfir daginn, ég búin að veita því tíma og umhverju og tækifæri til þess að fá ferskt loft og það vinnur með okkur af því að þegar við erum að vinna þessa færni á þessum yngstu árum að það hefur þær afleiðingar að börn sem eru virka á yngri árum þau eru líklegir til þess að vera virka á eldri árum. Akkurat. Og þau fræ sem við erum að sá á þessum tíma þá erum við að sá í frjóan jarðveg sem að síðan verður að sterkum og stórum húsum eða trjám eða hvað myndlíkingu viljum hafa yfir það. Og ég bara trúi því fast þó svo að ég ekki talið upp fyrir sko örugglega 1000 rannsókna og til þess að styðja mál mitt. Ég hef bara séð þetta líka svart og hvítu. Þannig það sem oft bara, ég get sagt sko fullt af sögum og tekið dæmi og slíkt. En það bara einhvern veginn að ef við vöndum grunninn og það sá lífstíl sem við ætlum að búa börnum og við erum forráðamenn barnanna og við ráðum eins og staðan á þessum fyrstu árum þá ráðum við hvað áreiti börnin okkar verða fyrir og við mótum það svolítið. Við ráðum kannski ekki endilega hvað áreiti verða fyrir í leikskólanum eða heimili vinnanna eða í skólakerfinu eða slíkt en við ráðum heima hjá okkur, við ráðum þeim lífstíl sem við veljum og ég til dæmis bara sjálf hef valið það að hafa mikla útiveru í mínu uppeldi. Fekk það sjálf, sem að kannski leiðir það af sér að ég sjálf að gera það. Það eitthvað sem í mínu svona DNA, það í mín blóði borið að vera mikið úti, þannig að það helst í hendur. Já. Ég sá einhvern tímann sko rannsókn svona línuritt úr rannsókn sem hefur verið gerð og var sýnd í svona svart og hvítu. Þetta var mjög áhugavert hvernig og hvenær við hættum bara að hreyfa okkur og það var raun og verið þegar iðnbyltingin kom og öll tæki fór að gera vinnuna fyrir okkur og við fullorðna fólki erum með þetta fyrirmyndir barnan okkar þannig ef við erum ekki að strita og við erum ekki í líkamlegri vinnu þá er hvað segir maður, minni líkur að þau geri það. Þau sko þau eru svo klók. Þau horfa á okkur. Þau hlusta á okkur líka. Þau horfa meira á okkur. Hvað erum við að gera? Og þau herma eftir okkur. Og það einhvern veginn alveg sama hvað við gerum. Því tæknivættari sem við verðum, því tæknivættari sem þjóðin verður, því tæknivættari sem heimurinn verður, því meiri þörf höfum við fyrir náttúruna, hreyfinguna, náttúruvítamínið og allt það sem er úti í umhverfinu okkar. Því meiri þörf höfum við fyrir það. Og ég þarf að veðja hvert einasta mannsbarn sem mikið að vinna inn í tæknivinnu sem fer síðan lengst út í skóa og slíkt. Það upplifir eitthvað á eigin skinni sem að hugsa bara já, ég þarf að gera meira af þessu. En spurningin hvort að fólk gefur sér tíma til þess. Ja. Það annað. Veistu, einhverja rannsóknir sem sýna breytingu á hreyfifærni barna sem spannar einhver ár? Sko normenn hafa verið ábúðslega duglegir að gera rannsóknir á börnum miðað við það hvort þau fá mikla útikennslu eða hreyfingu í leikskólanum versus þau sem ekki fá það. Þeir hafa verið mjög ötulir við rannsóknir á þessu aldurstigi sem við Íslendingar höfum ekki verið að gera því miður en það mjög auðvelt að heimfæra það yfir á Íslandi. Þetta svona svipaðir þjóðir, það að segja varðandi veðráttu og kuldan og menningu og annað slíkt sko. Og það hefur áhrif. Það hefur bara gríðarlega áhrif. Að það sem þú ert að gera þessum yngstu árum það bara fylgir þér. En hvort þú viðhaldir, það máli líka. Svíjar gerðu sínum tíma stóra rannsókn, eða þú veist, það líka búið að gera fullt af rannsóknum. Rannsókn sem ég las sem var þannig að það var verið að skoða sko hvort það væri leikskóli sem var með mikla útikennslu versus sem var ekki með það. Og það sýndi sig til dæmis bara það ónæmiskerfi barnanna sem voru á þessum útikennslu leikskóla, þau voru með sterkar ónæmiskerfi. Foreldrarnir, börnin, starfsfólkið og bara heilu fjölskyldunar. Þannig að það einhvern veginn allt sem að vinna með því að vera úti í náttúrunni. Og svo í svarinu spurningunni, já, hreyfifærnin betri og hún þau eru búa við betra hristi, þau börn sem eru reglulega og læra að leika út í náttúrunni. En heldur þá að þið nú kannski svolítið svona fíllinn í herbygginu í bara alls þar sem að kemur snjalltækin. Hvaða áhrif eru þau að hafa á hreyfingu og aðgengja hreyfingu kannski og hreyfifærni á endanum? Ég alltaf að ég að passa með stiga varlega til jarðar sko.
Málið ég segi alltaf að sá tími sem börn verja í tæki, eyða í tæki, á aldrei að vera meiri en sem þau verja úti í leika eða frálsvanleika eða úti í náttúrunni. Hann á aldrei að vera meiri. Tækin ekkert að fara. Við þurfum bara að læra umgang og stöð hvernig við ætlum að nota þau. Og ég verða oft áskynja og þarf svona bæði að býta í tungun á mér og eða bara fylgjast með hegðun okkar, forráðamanna og barnanna og ég segi alltaf við því að ég er ekkert heilu, það alveg stríð hjá mig líka, en ég vel. Mér finnst snjalltækin vera góð til sínsbrúks en þau mega líka, við verðum að horfa inn á við, erum við kannski farin að eyða 6-8 tímum á dag í snjalltækin eða börnun okkar sem hefur það að verkum að þau ekki að fara út í náttúruna. Þau ekki að fá neitt svona, þau erum að tala skynfæni, þau ekki að fá neitt út úr snjalltækinu sem hefur áhrif á þessa þætti. Jú, sjónþroskan, mögulega, en það bætir ekki upp það sem sjónþroskin verður fyrir áhrifum út í náttúrunni, aldrei. Nei. Það hefur ekki þau áhrif. Og þegar maður hefur orðið vitna því að sjá fólk eða börn sem ég var á Tenerife páskana og var bara mörguleiti svona pínu svona hugsi yfir því að horfa fólk allra þjóða, ég ekki að tala bara um Íslendinga, það var bara allar þjóðir, fjölskyldur setjast niður við mataborðið og byrjað að fá matselni í endunar og það áður en fólk byrja að panta mata þá búið að setja upp standin og spjaldtölvuna fyrir börnin en það ekki einu svona byrjað að reyna að spjalla saman. Að þetta einhvern veginn orðið og nú veit ég ekki hvað íslenska orðið kannski yfir en normalisera það að það sé eðlilegt að horfa á spjaldtölvu þegar út að borða. Já. Til þess að forráðamenn fái pásu eða frí eða hvað maður segir getur notað þess að borða. Ég get vel skilið það, skilur einhverju litlu mæli en þegar það búið að normalisera það sé eðlilegt að það ekkert prófað að spjalla saman bara daginn og veginn og hvernig var dagurinn þinn og dagurinn minn og hvað við upplifa og sjá og gera og þá erum við líka komin í hinn staðina að örfa tungumálið. Akkurat. Þannig að ég ábúslega oft erfitt með þessu umræði af því að líka það stíga varleiti jarðar og það mismunandi aðstæður fólks, við getum aldrei sett okkur í spor annara en við verðum að vera miklu meðvitaðir neikvæð áhrifin og ég að verða vitna því ég les náttúrulega alls konar greinar og spjallþræði inn á samfélagsmiðlum og slíkt og það var að leita að einhverjum úrræðum fyrir börn eða það að segja affyring og slíkt og svo hitt og þetta hættulegt og það ekki nógu gott að vera þarna því þau getur dottu og gert hitt en það tala samt enginn neikvæða áhrifin af snjalltækjanum. Það eins og það gleymist, við vitum þetta öll. Þetta held ég ákveðin fíkn, þessi tæki. Maður sækir einhvern í þetta og þetta orðið svolítið ósjálfrátt. Maður búin að vera lengur í sem maður og ég held að við fullorðna fólkið erum kannski ekki að setja ná börnunum skýrmark af því að við erum sjálf í tækjunum. Algjörlega. Og viljum ekki sleppa þeim alveg. Já. Og þetta ég held að þetta bara mjög erfitt. Ég persónulega, og nú ég bara að tala fyrir sjálfum, ég ekki að segja að það sé eitthvað sem heilagt. Ég hef lagt að, þegar við erum að keyra, við erum í bílferðum og drengurum minn ofboðslega skemmtilegu ferðafélagi, virkilega, og talar útsýnu og slíkt. Við horfum ekki í bílnum. Það ekki snjalltæki í bílnum. Það ekki skjári eða síma eða neitt til þess að horfa og hann á ekki á hvorugt tækið, síma eða spjaldtölu. Þegar við borðum mat, þá slökkt á sjónvarpinu. Ég reyni, ég ekkert heilu, það gerist alveg stundum að við höfum kósikvöld og horfum á bíómynd og fáum okkur pizzu, bara mannlegt En við þurfum að vera miklu meðvitaðir þennan tíma, staðina og af hverju erum við að nota tækin. Já, það kannski við nefnilega líka nú eru börnum mín í skóla eða eru og voru sem símalaus. Já. Og mér finnst það alveg frábært af því að þá eru þau að tala saman í frímínútum. Já. Þau sitja ekki bara hvert í sínu horni í einhverju snjalltæki en á móti þetta líka iPad-skóli þannig að þau vinna mjög mikið á iPad og verða flink sem náttúrulega framtíðin. Já. En að þetta sé símalaus skóli finnst mér kostur og ég vona bara að fleiri skólar taki þetta upp. Þetta svona, við erum með mjög eldfimt umræðu efni. Það til kennari sem mjög fylgjandi þessu. Það til kennari sem mjög mikið á móti þessu. Ég sjálf kennari, ég kenni framhaldsskóla og ég bara set strax línuna í fyrsta tíma að símar ekki boði í kennslunni. Nema ég segi eða gefi leyfi til að við þurfum að vinna einhver verkefni sem vinna verkefni símanni sína.
inn í íþróttasalunum sími bara alls ekki í boði, hér erum við bara í hreyfingu og það nægur tími þar sem eftirlífi dags til þess að fara í síman eftir það. Þannig að við þurfum að setja svolítið svona skýrmörk, sko. Við losnum ekkert við þá held ég, Nei, en það er bara spurningin um það og sérstaklega þess allra yngstu að því við erum að tala um grunn, að sá tími sem þau eyða í skjáin, og ég segi eyða, af því mér finnst að við erum að eyða tíma, hann á ekki að vera meiri en sá tími sem við erum að verja í frjálsanleikin eða samverustundir, gæðastundir. Mjög góða punktur. Mjög góða punktur. Já. En að því við erum þú vinnur svolítið mikið með sko, þessar hreyfifærni og skynfærin. Já. Og ég hjó eftir þeim daginn það viðtal við þig. Þú varst að tala um að það væri ekki bara þessi hefðbundnu 5 skynfæri sem að flesti þekki heldur 8. Eru 8. Getur þú sagt okkur eitthvað frá því? Hefðbundnu 5 eru náttúrulega við erum að tala um bragð og lykt og sjón og heyrn og snertiskinnið. Það er þessi hefðbundnu 5. Og flest ef ekki allir þekkja þau og þau verið mismunandi færið að klári að nýta þessi skynfæri. Og snertiskinn er ekki bara háð því að það sé í fingurgómum, snertiskinn er allan líkamann. Það er allstaðar, það er iljónum og það er bara byrja strax þegar hvítvóðungar eru hérna nokkra mánaða gamlir og það er byrja að faðma þau að þau finna, gera greinamun hvort það er móðir eða faðir eða móður og móður eða faðir eða hvernig sem samsetning fjölskyldna er. Þau gera greinamun á þessu. Svo eru þessi 3 skynfæri sem eru vöðva- og liðamótaskinnið sem er háð bara þá hvernig vöðvanir okkar og liðamótin er að skynja umhverfið sitt og kannski einfaldasta útskýringin fyrir fólk svona til þess að fjalla um þetta skynfæri er að það er tvennt ólíkt að ganga upp, brekku og niður. Það er bara tveir mismunandi hluti sem gerast og til þess að fara ekki til flókna líffræði eða lífeðlisfræði að það er bara mekanismin í líkamannum, það er bara mjög ólíkt sem gerist hjá okkur og þannig er skynfærið okkar smátt að afla sér upplýsinga fyrir miðtaugakerfið, fyrir heilan til þess að grípa í síðan minningun um þessa hreyfingu seinna meir. Þetta gerir svona í vöðvaspólunum og þú veist, eins og ég segi svona, þú veist, flóknar lífeðlisfræði, en þetta er einfaldast útskýringin. Jafnvægisskinnið okkar er háð innreyranu og þeim beinum sem eru þar sem að hjálpa okkur við að ná jafnvægi og jafnvægisskinnið er ekki bara háð því að ganga eftir beinni línu eða standa öðrum fæti. Heldur leið og börn eru pínu lítilega þau eru að halda jafnvægi bara það að þessi minnstu beinin í tánum og ristunum og öklunum sem eru að hjálpa okkur að hafa jafnvægi hefur það áhrif og þú ert að setja svolítið styrkin í kálfana og rassin og bakið og hálsin. Það helst einhvern veginn allt í hendur og rúmskinnið. Rúmskinnið er það átt okkur á stöðu okkar í umhverfinu og sko bara lengdir og breiddir og þegar börn eru pínu lítilega þau eru að hlaupa og þau ná ekki alveg þessu stemmi eða brensa sig af og hafa ekki rúmskinni hvað er langt í vegginn og klessa á hann. Þannig að þessi 3 skynfæri eru þessi sem að þjálfast svolítið mikið í gegnum hreyfingu út í náttúrunni og öll 8 skynfærin þau vinna saman. Eitt skynfæri hefur alltaf jákvæð áhrif á annað. Einhverjir geta talað um hérna hvort að skynfæri geta orðið fyrir neikvæð áreiti, já. Þau verða fyrir neikvæð áreiti en það er í 99% tilvikum ekki út í náttúrunni. Neikvæð áreiti er til dæmis að þú fer með hvítvóðungu eða lítið barn eða yngri aldurshópur og þú fer með inn í kringluna. Það er gríðalegt áreiti. Það er svakalegt áreiti það sem er bara það er óbúslega mikið lykt, það er óbúslega mikið hljóðum og það er óbúslega mikið skvaldur og það er óbúslega mikið víðátt og litur og þrývit. Það er brjálæðslega mikið áreiti þar sem er samt sem áður frekar neikvætt. Já. En út í umhverfinu okkur, út í náttúrinu, þá fáum við þessa hvíld og skynfærin er að taka inn bara jákvæð orku úr umhverfinu okkar sem er árstíðabundi líka. Núna erum við náttúrulega pínu að detta inn í haustið, kannski núna, það er farið að rökkva, við erum hérna í lok júlí, það er farið að rökkva pínu og þá koma inn þessi haustlitinir sem við erum búin að vera í alveg óbúslega skærum og fallegum og miklum litum sem hefur jákvæð áhrif á öll hérna skynfærin okkar, bara hvernig sem við tökum við inn. Og þú spurði mig hvað ég væri upptekin af þessa dagana. Ég er búin að vera lengi upptekin af skynfærinum, bara mjög lengi og ég er alltaf að sjá einhvern veginn meiri tækifæri í því að vinna með það örva skynfærin okkar, að vinna með það, við þurfum að vera vakandi fyrir að gefa börnum tíma og tækifæri og umhverfi til þess að þróa þessa færni sína og það er rosalega auðvelt. Á 45 minútna gönguferð ef þú bara grípur einhver hlut og sýnir barninu og ert vakandi fyrir því að kenna því líka. Þau eru svona eins og litli svampar, þeir bara svona draga í sig fróðleik, mismunandi, flest gera það,
að þá eru tækifærin út í náttúrunni til þess að áhrif á þessi 8 skynfæri, það bara gerist eiginlega sjálfu sér. Sko, nú ég að kenna ungbarnasund Já. og þeim kom nú til mín á sínu tíma. Dásamlega stundir, dásamlega. Og þar að þú veist að tala að fara í kringluna og þetta mikla áreiti. Sko, ég held, sko, flest börn una sér svakalega vel í lauginni og það örvar einmitt bara öll skynfærin og ég svo þakklátt fyrir að fá að fylgja þessum litlu krílum og sjá þetta. En það alveg eitt og eitt barn sem að ég finn að þetta of mikið. Já. Þetta bara að því kannski komaði úr einhverju mjög rólegu umhverfi, engin sískinni. Þá held ég að koma í sundlaug með fullt af fólki og öðrum börnum og litum og hljóðum, önnur lykt. Það kannski bara of mikið áreiti í einu. Getur alveg verið, sko, barn. og ég held í rauninni þegar maður að tala um einhver tölfræði, 99% barna á þeim stað að þau verða fyrir jákvæðum áreitum, Já, sko. algjörlega. En það getur líka verið það ef þú horfir á eins og þú segir, þau kannski búin að vera umhverfið þar sem það má ekki kveikja ryksu af því barnið sefur eða það má ekki dingla af því barnið sefur. Að þeirra elst uppi það að umhverfið sé alltaf einhvern veginn mótað þeirra þörfum. Þau eru náttúrulega sjálfhverfasta fólk sem við upplifum unga börn, sko. Stórkostlega sjálfhverf, sko. En umhverfið mótar okkur líka. Þeir vera að tala um þessu umhverfisþætti sem hafa áhrif á líf og heilsu okkar og þá ekki bara að tala um umhverfið sem bara græn náttúran heldur þegar barn fæðist að þá umhverfið í fyrstu það bara sókþörfin og það brjóstið og mamman og næringin og svo stækkar umhverfið og það bara hvernig umhverfisaðstæður eru hverju sinni, hvernig það mótast af. Ég held í rauninni að 99% barna þau njóti sín í umhverfið þar sem þau fá styrk og stuðninga forðamannum. Algjörlega, en það það kannski bara mikilvægt að byrja bara strax frá fæðingu að vera meðvitaður skynfærið. Já. Það ekki? Sko, sérstaklega snertinguna. Minn strákur það má alveg deila um það hvort það sé heppin eða óheppin, ég veit það ekki. Hann 4 vikna þegar hann komin út í fyrstu gönguferðina í byrjun febrúar 2019. Þannig að þá strax farið að koma áreiti fyrir vöðu og liðmótiskinnið að liggja í barnavagni og hossast með mér því ég let ekkert stoppa mig. Ég fór upp alveg holt á hæðir og upp í fjall og hvaðina með hann í snjónum. Þá ertu strax farin að vinna með þetta skinnfæri að það átta sig á umhverju sínu og hvenær þurfi kannski að taka, það kemur styrkur í hálsin og bakið og slíkt, sko. Og farin að setja í hendunar á honum þegar hann bara vorið þarna 4-5 mánuða gamall, þá verið ég að setja köngla og ég var fyrir þetta laufblöð og haustið honum að smakka berin og koma við sveppina. Að því fyrr sem við byrjum, því betra. Yeah. Því meiri grunn hafa þau, því meiri þekkingu hafa þau miðtaukerfin í því auðveldar verður að koma við alla hluti setna með því ef þú kannski 10-12 ára snertir slímið á sveppi í fyrsta skipti, þér finnst það ekkert spennandi. Það ekkert skrítið. En ef þú elst upp við það, þá það bara mjög eðlilegt. Þannig við getum haft óbúslega mikil áhrif á þessu skynfæri bara mjög snemma og þegar þau kannski líka komið með aldur til bara að festa orða á hlutina sem þau eru að umgangast út náttúrin, bara jurtaríkið okkar og steinaríkið okkar og ég les mjög mikið eftir mann sem heitir Richard Louvre og hefur svona sérhæft sér svolítið í, hann fjallar hann hefur skrifað með bók í Bandaríkjunum sem heitir Nature Deficit Disorder, þar sem hann fjallað náttúru ónæmi. Já. Og bendir á það í mörgum fylkjum Bandaríkjana þá verja fangar meiri tíma út í náttúrunni eða út í ferskulofti heldur börn, sem segir náttúrulega bara helling, sko. Hræðilegt. Og fangar fá nú ekki langan tíma úti. Að börn séu farin að kannski þekkja fleiri teiknimyndapersonur, fleiri leikminni, knattspyrnu, körfubolta, hvar sem er gott og gilt, sko, ekki taka það af þeim, en á kostnað þess að þau þekkja ekki neitt í jurtaríkinu sínu eða steinaríkinu eða örnefni kringum sig og þau bara taka ekki eftir neinu í umhverfinu sínu, ekki fjöllum eða litum eða engu. Og við náttúrulega erum bara ótrúlega heppin að búa á Íslandi þess að við höfum aðgengi að náttúrunni nánast hvar sem er. Við höfum sko endalaust tækifæri og náttúran þess eðlis að það allir velkominir í hana. Alltaf. Við erum alltaf velkomin. Og svo bara undir okkur komið sko hvernig við ætlum bæði að nýta hana og ganga hana. Einmitt, já. Og við erum á þeim staði líka núna í lífinu að við erum að tala heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna og við erum að tala sjálfbærni og við erum að tala það að vernda landið okkar og þá sé kosti sem að hún gefur af sér til þess að læra að þekkja umhverfið sitt og þykja vænt það, þá þarf það að verja tíma í því líka. Einmitt. Það stórlítið af því.
ég ólst upp í Svíþjóð sem barn og ég finn að þegar ég kem inn í skó, þá er það lyktin sem vekur einhverjar ótrúlega góðar tilfinningar. Já. Þannig bara því ég geng inn í skó, ég bara fyrir að skokka í Heiðmörk eða Öskjuhlíð, hvað sem er, það er eitthvað sem gerist og þetta er svo mikilvægt, þess vegna er svo mikilvægt að upplifa sem barn. Já. Af því þetta ekki triggerar, ég veit ekki hvernig maður þetta er svona... Þetta fylgir mann, þetta fylgist með manni, sko. Góðar tilfinningar. Já. Og það er það sem miðtaugakerfi gerir líka fyrir okkur og það er, hvort sem við erum að tala miðtaugakerfi, nefnilega bara að hluta taugakerfin okkar, að við getum kallað fram, ég get alveg beðið því að kalla fram núna einhverja tilfinningu eða eitthvað sem minnir þig á ömmu þína og þú getur kallað fram einhverja lykt, þú getur kallað fram einhverja áferð, þú getur kallað fram einhverja minningu sem þú bara sér ljóslifandi fyrir þér. Ég á svona til bara óbúslega mikið síðan ég var barn og þetta er taugakerfið okkar og það er bara spurning hvernig ætlum við að hlaða inn upplýsingum í þann banka. Ætlum við að hlaða inn jákvæðum upplifunum og tilfinningum sem að herja okkur. Við verðum öll fyrir alls konar áföllum, það verður ekkert af því tekið. En það er líka þetta að læra þá þessa færni að sækja mitt í skóginn sem þú færði einhverju jákvæðuplun, einhverju jákvæða jarðtengingu, innri ró, eitthvað sem að gera það verkum að þú nærða að róa kerfið. Ég hef líka oft tekið mér verður svona tamtir ég að halda fyrirlestur á námskeið að ég tek svona stundum kaltænina, svona nálgast að þannig, að ég er þeirra skoðunar til dæmis að núvitund hefur alltaf verið til. Hún er rosa heit kartefla núna, það er allir að tala núvitund og núvitund og sem er frábært. En ég held að við höfum bara tapað þessari færni. Við sem þjóð bjuggum að henni lengi og bara að hlusta á mömmu þegar hún er að segja mig sögur því að amma fór með þau systkinin út að á, þar sem hún var mögulega eins og segjum bara ná innri ró sjálf. Stórt heimili, fór út að á með nesti, var þar heilan dag eða halvan dag eða hvernig sem það var. Þetta var hennar leið til þess að ná ákveðni núvitund. Og í hraða samfélagsins í dag að við sem farin að vera upptekin eða því ég myndi þetta nú í áramótaskaupið í fyrra að við verðum að búa til hálftíma í dag til þess að fara í núvitund. Þú veist, að við þurfum að markvist að ákveða ekki þarf að búa til tíma til þess að ná þessari hugaró, til þess að minnka streituna og það er ekkit eins og staðan er í dag náttúrulega stress er stærri áhættuvaldur heldur en reykingar eða kyrrstöðu lífstíl sem er hræðilegt. Að stressið er farið að stjórna okkur. Það er alveg rétt. Streita er svona rauði þráðurinn í heilsuleysi. Já. Upplifi ég í minni vinnu. Að þeir sem er að glíma við heilsuleysi, það er yfirleitt af völdum streiti. Það er svona rótið andans. Og það er góð kunningjakonu mín sem að gera rannsókn því að þeir eru að tala um að vinnan göfgar mannin. Þú veist, hegðun normanna, margra hverja, það hefur nú breyst líka þar, en hegðun normanna var alltaf svo að vinnudagurinn var styttri, af því það var svigrum fyrir geðustundrum í fjölskyldunni. Og eru kannski meira svona í því að upplifa það að vera út í náttúrunni saman, sem að okkur hættir svolítið til að það er mamma hreyfi sig og pabbi hreyfi sig og börnin eru kannski ekkert endilega með í því, af því að forráðamennin eru uppteknar að þeir sjálfur að ná einhverjum svo stóru markmiðum, og þau eru bara einu svona lítil. Einmitt. Ég held að geti langflesti tengt við þetta. En hvað, að því nú spyr ég alla þessu, hvað er heilsa fyrir þér og hvernig, kannski, ég byrjum bara á því kannski, og svo seinna hvernig tengist það þessu þinni sín, þessu ferli til framtíðar og vinna með börnum og svona, en kannski bara fyrst, hvað er heilsa? Hvað er heilsa? Því eldri sem ég verð, Erla, við vorum saman í íþróttaskólanum, því eldri sem ég verð, þá finnst mér þetta vera miklu fleiri svona samverkandi þættir. Að ef mér líður illa andlega, það kemur niður á líkamlega. Ef ég hitti færra fólk, það kemur niður andlega sem kemur niður á líkamlega. Það tengist svo föstum böndu sem er náttúrulega þessi skilgreining frá alþjóða heilbrigðismálastofnuninni. En ég segi við unglingarnir mín í dag, krakkan í dag, heilsa fyrir mér er svolítið ef í dag er miðvikudagur og þú spyrir mig, heyrðu, viltu koma á Esjuna á morgun? Og ég segi já. Af því ég veit ég geta og ég er sterk og ég kemst það, en á ákveðni tímapunktum í lífinu, kannski viku eftir COVID eða viku eftir barnsburð, þá myndi ég ekki ráða við það. Þannig heilsa er svolítið hvernig maður skilgreinir sjálfan sig. Hvar stend ég sem einstaklingur? Hvar er ég stödd bara í lífskúrfunni eða
andlega eða félagslega á einhverjum tímapunkti, að heilsa er fjölþætt, einstaklingsbundið og einhvern veginn gerir það að verkum að ég verði að vera sátt í eigin skinni. Þetta með styrkleikan okkar að gera, þetta með sjálfsmyndin að gera og heilsa bara svo óbáslega stórt hugtak sem ég held að skilgreiningin getur verið bara jafn mörg og við erum. Algjörlega satt. Ég held að skilgreiningin heilsuna alveg eins og ekki nokkuð maður og ég veit það sjálf og þetta þegar ég er að segja að horfa inn á við, horfa á sjálfa sig. Sko, ég get bara með fullri virðingu fyrir sjálfri með viðkennt að ég hef oft verið búið við betra hristi. Ég hef verið hrustari en ég er akkurat í dag. En í síðustu viku toppaði ég kaldbak á Vestfjörðum með vinkonum minni og af því hún spurði mig, viltu koma ævintýraferð og ég ræði við það og geggjaði, ég er sterk og þetta verður ekkert mál. Ég hefði alveg viljað vera sterkar í lungunum á leiðinu upp en sko sigur tilfinningin að vera á toppnum að það var eitthvað svona sem að maður fær þessa tilfinningu svona seglan og ég geti þetta og mér leiði alveg sjúklega vel eftir þetta og hefur þessi svona áhrif á svona sjálfsmyndina. Já, frábært. Já, ég segi þetta alltaf við krakkana mína núna haustin, ég kenna í framhaldsskóla. Heilsa ef ég segi við ykkur öll núna, á morgun ætlum við að ganga í Ingólfsfjall. Einhverjir fá aukinn hjartslátt, aðrir hlakka til. Þannig að þá þurfum við að horfa inn á við. Hvernig er mitt hreysti eða mín heilsa? Og hvernig getum við tengt þetta? Hvernig getum við undirbúið börnin okkar sem best? Þannig að það sé líklegra að þau upplifi góða heilsu og gott hreysti. Vera með þeim. Það er kannski einfaldast útskýringin að vera með þeim að við þurfum að hafa áhrif á andlega og félagslega og líkamlega heilsu og næringun og svefnin og alla þessa þætti. En það sem að við veitum þeim í grunninn í æsku, hvernig lífstíl við veljum okkur eða áhugamál fjölskyldunar. Rannsóknir hafa sýnt núna frá rannsóknargreiningu þegar unglingarnir okkur spurðir hvað er besta forvörnin og þau segja svart á hvítu upp til hópa öll og það er ekki þetta er bara eigindleg svör, verja tíma með fjölskyldunni. Og þá er það þetta, hvaða áhugamál ætla ég að skapa minni fjölskyldu? Hvernig áhugamál vil ég hafa? Áhugamál eru mismunandi. Það getur verið frábært áhugamál að horfa saman á bíómynd, en þeir eru þó saman. En á móti kemur líka að hafa einhver áhugamál sem að hvetja til útiveru og hreyfingar. Skíði, það er bara, fyrir mér er bara að skíða er svona eitt skemmtilegast áhugamál sem að ég á og er núna að vinna í því að fá drengi minn til þess að vera hluti af því og bara trúi því að þegar þau eru lítil og eru móttakili fyrir þau og sjá gleðina sem að forðamenn upplifa í sínu áhugamáli, það smitar frá sér. Það bara hefur áhrif, það er alltaf þannig. Og venjast, það eru venjur, það er einhverjar venjur að á ákveðnum dögum þá hjólum við í sund og það verður einhvern veginn bara svona hluta menningu fjölskyldunar að þessa samverustundir. Ég vann lengi með konu sem ég veist alltaf gaman að segja þessu sögu. Börnin hennar, hún átti 4 börn, þau voru komin vel yfir fermingu og það var bara alltaf hjólað saman á sunnudögum. Alveg saman hvað voru gömul. Ég held að þau gerði bara enn þann dag í dag. Það var hjólað saman á sunnudögum og svo var brönns með fjölskyldinu og barnabörnum varum fann að tínast með. Þannig að það er þetta sem að telur hvað menning er hjá okkur og hvernig ætlum við viðhalda því til þess að gera það verkum að það leiði af sér næstu kynslóðir. Þannig að við þurfum alltaf að byrja að hugsa okkar heilsu til þess að vera góða fyrirmyndir. Já. Og það hefur áhrif. Og mínar skóarferðir helsta daglega og hann er 4 ára, hann er farin að biðja gönguferð. Og það er einhvern veginn, það er ekki þetta eru litlu sigranir það er fátt sem kæti mig meira en þegar hann biður mig að koma í gönguferð. Og þá segja, ok, eitthvað er ég að gera rétt. Það er eitthvað sem að þarna gerist. Mjög margt. Ég tók líka eftir ég held að við verið í þessu viðtali. Mér er svo ótrúlega flott, þú sagðir að börn þurfa ekki flugeldasýningu. Alla daga, var það ekki frá þér? Jú. Að við ætlum alltaf, við höldum að þau þurfi svo mikið alltaf. Við þurfum að mata þau stanslaust og það þurfi að vera svo stórir viðburðir. En það er bara ekki satt. Nei. Það er svo langt í frá og það að ætla að vera með einhverju flugeldasýningu alla daga, það bara er enginn sem að hvorki hefur efna á því eða orku eða slíkt að
litlu hlutin er oftar en ekki þessi skiptir langmestu máli, þess að við náum einhverju hugara og erum saman. Og flugeldasýningin kannski verður líka þess eðlis að það þarf alltaf að verða stærra og meira, sem að er líka neikvætt, að það sé ekki hægt að njóta litlu hlutina. Það eru, ég ætla nú ekki að segja, það er eitthvað svo drjúft í árina, en það eru fullt af börnum sem að hafa aldrei farið að vaða í læk. Og það er upplifun líka. Það getur alveg verið flugeldasýningin þann daginn, en hún kostar ekki neitt eða þarf mikla fyrirhöfn, en getur vakið þvílíka kátínu og fá hérna þessi svona pínu adrenalíni að staða, að stíga fætið niður í kalda á og þurrkast þásunar. Sko, það er þessi pínu litlu hlutir sem að skilja oftar en ekki meira eftir sig. Og mér finnst líka svo skemmtilegt að svona eins og þegar maður tekur svona dæmi, maður fjallum eitthvað og hérna bróðurdóttir mín var nú hérna í Kaupmannahöfn fyrir 2 árum og ég var að spyrja hún hvað var nú skemmtilegast, og hún fór í dýragarð og tífóli og út að borða, ég veit ekki hvað. Það sem var skemmtilegast í ferðinni var þegar mamma mista lestinni, þú veist, og þetta var einhvern veginn bara svona ljóslifandi fyrir mér, ég bara svona já, ok, þú veist, það var eitthvað fyndið, það var eitthvað skemmtilegt og það fór vel, skilur, það var ekki þess eðlis, sko, en bara það þegar, þú veist, eitthvað sem þú hefur aldrei upplifað, eitthvað sem þú ert að prófa og gera aftur og kostar ekki krónu. Ég hef með svona millumerki inn á Færni framtíð Instagram sem ég segi sko hashtag kostar ekki krónu. Það kostar ekki krónu að opna dyrnar og fara út og láta ævintýrin koma til sín. En þú þarft að vera móttekili fyrir því að, eins og segja, að þú varst með eitthvað ákveðið hluga, þú ætlaðir að gera eitthvað og það bara breytist á 0-1 og það er bara allt í lagi. Það er núvitundin. Það gerist sko, og ég stend sjálfa með þessu, ég fór í ætlaði hjólatúr í fyrradag og hérna setja hann aftan á stólinn til þess að ná hérna smá hjarta afkvöstum sjálf og það bara breytist á núleitin, hann ætlaði hjóla sjálfur með sín hjálpara dekk og við fórum 3 kílómetra á 3 klukkutíma. Frábært. Já, og það var stórkostlegt, yndisleg stund, en það bara breytist svo fljótt og það er bara galdurinn við það að vera barn og fá að vera barn, að klukka eða staður eða stund, það er ekki það sem skiptir máli, heldur er það félagskapurinn. Já, mitt. Það er svo dásamlegt. Er eitthvað sem að þú vilt koma að lokum, eitthvað sem að, eins og segir, brennur á þér? Við erum kannski búin að fara yfir. Ég geti verið með hérna alveg heila viku, það er svo margt sem að brennur á mér og ég hérna hef samt sem áður svona með árónum. Nú tala ég eins og ég sé ekki stelpaldur kona, stelpukona, gömul kona. Ég hef bara tamið mér alveg að hafa jákvætt hugafar. Að nálgast sko ekki vandamálheldur verkefni sem við ætlum að leysa. Ég sé alls konar umræðu bara samfélagsmeðlum og verð vitnaði umræðu við fólk og reyni að hérna snúa þá hlutunum frekar yfir í eitthvað jákvætt til þess að taka ykkur út af því að það hefur svona eins og segjum betri áhrif á okkur. Ég hitti fullt af fólki sem ég held fyrirlestra og námskeið og fæ alls konar bæði hrós og klapp á bakið og aðfinnslur og fólk finnist margt sem að hérna ég er fram að færa sem er kannski ekki í þeirra anda og það er bara gott og gilt sko. Það er því að við verðum bara að vera að trúa okkar einn samfæringu á það og ég er bara, því eldri sem ég verð því bara meiri trú hef ég á náttúruna. Ég hef alveg óbilandi trú á náttúrunni og er svo lánsum í dag að fá að kenna umhverfisfræði í framhaldsskóla, þannig ég næ tengjaorðið alltaf meira og safna í hérna brunnin upplýsingum fyrir mig til þess að miðla þá til fólks og kannski tengja það ennþá frekar þessa ríku þörf fyrir manneskjuna, fyrir náttúruna. Af því hún er bæði heilandi, hún er heillandi og hérna, þú ert alltaf velkomin. Já, dásamlegt. Er þetta ekki bara falleg lokaorð? Held ég. Takk hérlega fyrir að koma. Takk sömuleiðis, takk fyrir mig.